Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við ætlum að ræða neytendamál eins og við gerum hér reglulega við Rauðaborðið. Hingað komin til mín frá neytendasamtökunum Breki Karlsson. Vertu velkomin. Takk. Ég var að hugsa að við myndum kannski byrja á fréttamáli sem að vakti allavega mikla athygli mína núna fyrir nokkrum dögum. Gríðarlega há sekt lögð á dagvörubúðir í Noregi, 60 milljarða króna sekt. Og á vef Samkeppnisstofnunar frétt þetta. Brotið gagnkvæm söfnun á verðupplýsingum. Og þar segir að þarna sé þessi stjórnvaldssekt, hún sé vegna ólögmæts samráðs. 3 fyrirtæki, Coop, Norgesgruppen og Rema sem samanlagt hafa 95% hlutdeild á norska dagvörumarkaðnum. Þetta virkar mjög íslenskt umhverfi sem að þarna verið að lýsa og reyna að uppræta með þessari háu sekt. Tildrög málsins eru þau að AC Nielsen í Noregi hættu að miðla milli keðjanna upplýsingum verðlagningu dagvara eftir að norska eftirlitið hafði bent á að slíku upplýsingamiðlun kynna skaða samkeppni og brjóta gegn samkeppnislögum og í framhaldinu gera svo þessar dagvörukeðjur sem ákvörðun beinst að með sér samkomulag verðsamanburð og það felur í sér gagnkvæmar heimsóknir þeirra í verslanir í því skyni að safna verðupplýsingum og við vitum jú að þetta bara nákvæmlega það sem gert hér daglega. Sumir segja að krónan hafi verið stofnuð, hún heiti krónan vegna þess að þar eigi verðið að vera 1 krónu inn í bónus og svo framvegis. Þegar við veltum fyrir okkur viðbragði Norðmanna, einhverja líkur á að við getum yfirfært þetta hingað heim? Ég held að það hljóta að koma til skoðunar hjá Samkeppniseftirlitinu hér og það að þessi frétt sé birt á vef þeirra náttúrulega skilaboð og náttúrulega ábending að þeim sé þetta kunnugt og það hlýtur að vera eitthvað svipað í gangi hér. Og við vitum að allavega í gegnum tíðina hefur tíðkast þetta að þessar keðjur sé að senda fólk fram og tilbaka og skoða verðið hjá keppinautunum. Og það varð líka mjög ljóst þegar að prís kom inn á markaðinn fyrir ári síðan, ég held að sé bara rétt rúmlega árs gamalt núna. Þá varð svona smá skjálfti. Allt í einu gátu bónus og krónan lækkað verðið hjá sér í það minnsta tímabundið og en það hefur nú virðist vera hafa náð jafnvægi aftur og í það minnsta virtist vera einhvers konar þögult samráð sem þarf ekkert endilega að vera ólöglegt, alls ekki. En að eins og þú segir að krónan sé örlít 1 krónu dýrari heldur en bónus. Já. Sko Samkeppniseftirlitið gengur kannski ekki lengra en svo að segja mikilvægt að dagvöruverslanir á Íslandi leggi mat á sína framkvæmd. Kannski gengur Samkeppniseftirlitið ekki lengra vegna þess að þau telja kannski að lagaramminn eða neytendarétturinn eða hvað ég á að segja, samkeppnislaga umhverfið sé öðruvísi hér heldur en úti, eða hvernig ég var að lesa í þetta? Nú ég engin sérfræðingur í norskum samkeppnislögum en ég veit að bæði löndin byggja sína löggjöf á Evrópulöggjöf. Og þannig að því leytinu til ætti þetta að vera allavega ekki ólík löggjöf, svo voru náttúrulega mismunandi hvernig þetta innleitt og svo framvegis. En löggjöfin ætti að vera svipuð hér
Já. og framkvæmdir líka þá. Og Samkeppniseftirlitið hefur á umliðnum árum margoft varað við því að fyrirtæki hér á landi og hagsmunasamtök þeirra miðli upplýsingum milli keppinauta verðlagningu og verðlagningar áform og það má lesa það á leiðbeiningarsíðu Samkeppniseftirlitsins og við getum líka nefnt hérna Bíkó og húsasmiðuna. Já, það er svo sem á þeim markaði er náttúrulega líka fá keppni eins og flestum markaðum á Íslandi, þannig að Já. En heldur það svona frétt geti vakið vonir alvöru samkeppni minna ólöglegt verðsamráð, að minnsta kosti siðlaust? Já, ég segi bara að virk samkeppni þarfnast virks eftirlits og þarna er Samkeppniseftirlitið svona próaktíft í því að benda á að þarna hefur þessi athöfn eða aðgerðir verið sektað fyrir þær í Noregi. Þannig að þarna hefur verið að svona án þess að stíga fast til jarðar er svona verið svona hnika fyrirtækjum hér til og beina sjónum þeirra að því að þetta er ekki í lagi að vera að safna upplýsingum á þennan hátt. Nei, stundum hefur manni fundist tíðarandinn seinni ár ekkert vera mjög svona hliðhollur samkeppnisstofnun. Verið mikil opinber umræða að þetta séu bara íþyngjandi stofnanir, eftirlits- og aðhaldsstofnanir og oft bara erfitt fyrir þá að fá pening og svona, hvernig skýrur það? Er hugarfar Íslendinga einhvern veginn gagnvart þessu öðruvísi heldur en nágrannaþjóða? Ég skynja þetta ekki eins og þú. Ég skynja ekki að þessi hugarfarið sé að breytast eða hafi breyst, en ég kannski bara vitna í háværar raddir pólitískar. Og það er háværar raddir hagsmunaaðila. Við höfum ekki gleyma því að það er á 300 manns sem vinna að því að efla hag þessara fyrirtækja. Á 300 manns sem vinna í Borgartúni við það að gagnrýna stjórnvöld og gagnrýna samkeppnisyfirvöld og það er svo sem ekkert að því, en við þurfum líka þá að gefa öðrum gaum og hinum röddunum líka að svo þær verði ekki háværari heldur en almanna hagsmunir. Og þeim hefur tekist ætlunarverkið þegar maður ruglar saman rödd almennings við þeirra eigin háða. Algjörlega, og það er náttúrulega ég er kannski sekur það. Já, hugsanlega. Já, þetta er mjög áhugavert. Heyrðu, við ræðum nú stundum verðbólguna og vaxtamálin, húsnæðismarkaðinn og fleira. Það var ekki skemmtilegt að heyra seðlabankastjóra bara síðast í gær hafa það eftir sér að verðbólgan væri ekki að lækka nógu hratt til að vextir yrðu lækkaðir. Hvaða rugl er þetta? Já, ég veit ekki, við erum með hæstu raunstýrivexti í heimi, í hinu vestræna heima, það er á Vesturlöndum. Ég átta mig ekki á því að stýrivextir að teknu tilliti til verðbólgu, þeir eru hæstu hér á byggðu bóli, vil ég segja. Þetta virðist óvinnandi stríð bara fyrir almenning í þessu hávaxta umhverfi. Já. Og oft er sagt en hagvöxtur hér á landi miklu meiri en annars þar. Ég var nú bara að skoða það í gær og hagvöxtur hér frá 1960 er eiginlega bara upp á nánast kommu, nákvæmlega svo sami og hagvöxtur í Evrulöndum. Hagvöxtur hér frá 1995 er bara nákvæmlega svo sami og í Evrópu. Þannig að eini munurinn er að við sveiflumst hærra upp og sveiflumst hærra niður. Og það er þetta sem við verðum að sveiflur sem eru svo skemmandi fyrir okkur öll, af því að þar eru tækifæri til þess að fjármunir færist á ósanngjarnan hátt milli fólks, í hagkerfinu. Og þannig að þar þurfum að
öðlast stöðuleika, alveg sama hvernig við náum honum sko. En við þetta verður ekki búið lengur að þegar að Evrópa fer upp í verðbólgu í 10% í COVID sko, þar í nokkra mánuði, þá erum við uppi sko í 12% og sko erum bara mörg ára að jafna okkur og við erum ennþá að jafna okkur eftir COVID löngu eftir að önnur hagkerfi eru búin að sem verða þá fyrir minni áhrifum. Við getum séð það til dæmis þegar og það er svo margt í kerfinu sem vanstillir þetta sko. Getur séð það til dæmis í vinur minn var að kaupa sér hús í Belgíu og var að skoða þarna í COVID og þá fóru vextir á húsnæðislánum alla leið, og það var 10% verðbólga, en vextir á húsnæðislánum fóru alla leið upp í 4%. Miklu lægri heldur en verðbólga og núna þá var hann að kaupa sér að taka lán og að borga 2,5% og engir verðtrygginga eða neitt svoleiðis. Þannig að sko, en hér heima þá hafa húsnæðisvextir alltaf verið hærri heldur en verðbólga. Og það er engin nokkurs konar sveiflujöfnun í því sko, heldur þetta bara til sveifluaukningar. Þannig að við þurfum að finna leið og það er náttúrulega margar tillögur og allt það slíkt. Mér er bara alveg sama hvaða leið verði en við verðum að ná stöðuleika og við verðum að ná og krafan okkar er bara að hafa sömu húsnæðisvexti og í Færeyjum. Já. Maður spyrir sig líka hvers vegna erum við með einhverja vaxtaákvörðun nefnd þegar seðlabankastjóri getur bara sagt að það sé ekki hægt að lækka vexti og eitthvað. En það er margt sem vinnur gegn almenningi hér í þessu landi, því miður. Ég má segja frekar sko að það eru mörg tækifærin. Mörg tækifærin til að gera betur. Við skulum orða það þannig. Heyrðu, ég ætla aðeins að ræða núna næst við þig íþróttir, sund og fótbolta. Það hafði samband við mig kona. Hún horfir á þessi samtöl okkar neytendamál og hún var með fyrirspurn, þannig að ég kem henni núna bara áleiðis til þín. Hún sem sagt sækir Vesturbæjarlaug og það háttar svo til með Vesturbæjarlaug að ég þekki það nú ekki alveg hve margar vikur hafa fallið þar úr vegna framkvæmda, en svona dettur í huga gætu verið 10-12 eða eitthvað svoleiðis, þetta nálgist að vera 3 mánuðir. Og hún er búin að borga fyrir áskort og hún er svo svipt þessari þjónustu og það verður nú að taka það fram að maður getur farið í fleiri sundlaugar en maður kaupir áskort. En það stóð ekki þannig á hjá henni, hún átti erfitt með það á ákveðnum ástæðum og hún vildi vita það hvort hún ætti einhvern rétt á lækkun árgjaldsins sem er litið til þess að þjónustan hefði verið skert án hennar samþykkis hugsanlega 25% eins og ég nefni. Á hún rétt? Já, ég myndi telja það að hún ætti rétt á framlengingu á áskortinu þann tíma sem hún gat ekki nýtt sér aðstöðuna. Og ég vil nú bara segja það og hrósa Íþrótta- og tómstundaráði Reykjavíkur alltaf þegar við höfum komið með ábendingar til þeirra, þá hafa þau alltaf tekið ákaflega vel í þær og gert rétt. Þannig að ég vil bæði nota tækifærið og hrósa Íþrótta- og tómstundaráði Reykjavíkur fyrir það, en líka hrósa þessum áhorfanda og bara biðja hana að hafa samband við Íþrótta- og tómstundaráð og óska eftir framlengingu sem nemur lokun Vesturbæjarlaugar, því hún augljóslega getur ekki nýtt sér aðra laugar og fá hún ekki jákvæð viðbrögð sem ég á erfitt með að trúa, þá biðja hana og alla áhorfendur að hafa samband við neytendasamtökin. Við hjálpum öllum neytendum að ná fram rétti sínum. Þannig að fyrst hefur maður samband við þann aðila sem maður á í samskiptum við og vill betrumbætur, og ef það skilur ekki árangur þá hefur fólk samband við ykkur. Algjörlega. Þetta er mjög gott að vita og
Gaman að heyra að konan hafi þarna ákveðið rétt. Algjörlega, það er okkar mati og síðan náttúrulega þegar við nánar í skoðun þá gæti ýmislegt annað komið í ljós en þetta er svona fyrsta mat og svona miðað við það sem þú hefur sagt mér þetta þá er þetta okkar mati alveg eða mínu mati skulum segja alveg skýlaust að hún er rétt á því að fá framlengingu á árskortunni þann tíma sem hún ekki gat nýtt sér aðstöðuna. Já, frábært, þá er því komið áleiðis. Ég nefndi fótbolta, ég kíki stundum á heimasíðun ykkar og fínasta heimasíða og hvet bara hlustendur og áhorfendur til þess að vera í sambandi við Neytendasamtökin og við erum náttúrulega komið inn á það áður að þeim peningum getur verið vel varið að borga eitt lítið árgjald fyrir alls konar upplýsingar og stuðning. En það ég fann sem sagt upplýsingar á síðun ykkar það að það er ansi mismunandi verðið á fótboltaleiki væri svona í efstu deildum, væri til mikill að bóta að samræma þetta? Eða? Nei, það er bara hreinlega óheimilt. Það er óheimilt? Beinlínis óheimilt að samræma verðskráð, því að þarna eru náttúrulega félög í samkeppni þannig að og þannig að en þar fyrir utan þegar við gerum þarna verðsamanburð og verð bara bentum á það og en við vitum það líka að flest þessara félaga eru með svona sérstakann díl fyrir börn sem iðka tómstund eða íþróttir segi í þessum félögum. Börn fá til dæmis ókeypis á leiki og svo framvegis. Þannig að verðskráin endurspeglar kannski ekki alveg verðsamanburðurinn sem við gerum endurspeglar verðið sem birtist í appinu sem var nú ekki alveg hvað heitir núna það sem við kaupir þessa miða. Já, mér sýndist einmitt einhvers staðar ég sjá að það sem miðaverðið væri hæst fyrir fullorðna væri kannski gert best í því að hafa það frítt eða kosta lítið sem ekki neitt fyrir börn. Einmitt, það gæti verið slíkt sko. En allavega, það er beinleinis óheimilt að samræma verð, enda viljum við að á sem víðustu sviði séu samkeppni, af því að það bæði, eins og þú bendir á, það eykur bæði nýsköpun, eykur þjónustu og heldur aftur af einhverjum óþarfa hækkunum. Já, mjög áhugavert. Eigum við að enda breki á því að ræða færslugjöld. Þú nefndir hér við mig þegar við vorum að búa okkur aðeins undir þetta spjall að það hefði verið Neytendasamtökin hefðu sendt kvörtun allt frá árinu 1995 færslugjöld en enn er verið að deila réttmæti þeirra Já, sko mjög áhugavert því að Vökull neytandi hafði samband við okkur og félagsmaður í Neytendasamtökin hafði samband við okkur í gær og var að spyrjast fyrir að henni fannst eins og að það færst í aukana þessi færslugjöld og þau væru hærri en áður og væru viðtækari en áður og ég fór bara að skoða þetta og sá að árið 1995 þá sendum við kvörtun til Samkeppniseftirlitsins sem skoðaði málið og taldi ekki ástæðu til að aðhafast neitt þá allavega enda sko takast hann á kannski tvö sjónarmið eða svona ýmis sjónarmið með svo sem en það náttúrulega er samningsfrelsi á Íslandi þannig að fyrirtæki geta samið við neytendur ýmislegt. Ef við má skjóta kannski inn í áhorfendum og hlustendum til upplýsinga þá færslugjald er svona þetta aukagjald sem er lagt á í innheimtu. Í gamla daga héti þetta ýmsum nöfnum, þetta hefur heitið gegnum tíðina ýmsum nöfnum, seðilgjald, greiðslugjald, færslugjald og það fjallaði þetta í til dæmis skýrslunum gjaldtöku bankana sem kom út fyrir 2 árum og
þar kemur fram að færslugjald er hvergi í nágrannalöndunum sko hátt og viðtækt eins og hér á Íslandi. Það einungis Danmörk sem kemst með tærnar þar sem við höfum hælana í þeim og þetta ekki keppni sem við viljum endilega vinna, alls ekki. En það snýst þetta, það samningsfrelsi, þannig að það og að einhverju marki má líka segja að það sé gott að það sé sundurliðað verðið. Það er að segja að við fáum að vita hver þáttur í verðmynduninni kostar. Þannig en þá má heldur ekki plata fólk með því að segja að þessi tiltekna þjónusta, þessi tiltekna hlutur kosti 4.999. Ef fyrirtækið ætlar síðan að bæta á 500 króna greiðslugjaldi eða færslugjaldi. Þannig að sko neytendur eiga skýlausan rétt á að vita fullt verð áður en þau ganga til kaupa. Það verður að vera einhver klásúla sem segir að þessi færslugjald og hve hátt það er. Já, og heildarverðið verður að liggja fyrir áður en þú kaupir hlut eða nýtir í þjónustuna. Sem einhver misprestur er á eða hvað? Ég bara þekki ekki, við höfum skoðað þetta svolítið öðru hverju, ekki mikið nýlega, en þetta nú, held ég á flestum stöðum, flest fyrirtæki hafa þetta alveg á hreinu. Já, en þarna upplýsingaréttur neytandans mjög skýr. Mjög skýr og við viljum endilega fá ábendingar ef slíkt ekki, slík ekki raunin, að biðja fólk að senda okkur ábendingar ef það skortir á það. Já. Kannski rétt í lokin, mér var svo fyndið þegar talsmenn einhverja olíufélaga daginn voru ægilega móðgaðir yfir því að það var að því að það væri nú kannski ekkit allt og mikil verðsamkeppni þeirra á milli. Það voru alvarlegar ásakanir. Ef eitthvað að hlæja þeim í lokin eða? Nei, það nokkuð er ekki maður aldrei að sparka í liggjandi mann. Já, ég veit ekki hvað skal segja, sko. Mér ekki hlátur í hug. Nei, og mér raunin ekki heldur, en stundum það eina leiðin að reyna að brosa í gegnum tárin þegar kemur að þessu neytendaumhverfi okkar. Þar það nú kannski síst stærstu fyrirtækin sem að manni vera stundum að gangi lengst, sko. En það nú bara mín persónulega skoðun, ég ætla ekki að draga það inn í það. En kæra þakki fyrir að koma. Þú stóðst þig vel með það að það búin að vera einhver kverkaskítur í þér og þú búin að vera eins og annað hver Íslendingur með einhverja flessu. Já, ég allan komst hóstalaus í gegnum þetta. Ég eftir að hósta mjög mikið núna eftir. Ég finn innbyggða spennu. Já, ég þá ekki að fara á loftinu meðan þetta í lagi hjá okkur. Kæra þakki fyrir ekki Neytendasamtökunum. Og ekki fyrir langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram hér með dagskrá Rauða borðsins. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.